Borgarahreyfingin sem á baklandi hreyfingum sem spruttu í kjölfar efnahagshrunsins tilkynnti formlegum framboð til alþingiskosninga í vor. Ragnhildur Lára Finnsdóttir meistaranemi í blað- og fréttamönsku með þessa frétt. Forsvarsmenn borgarahreyfingarinnar kynntu sig og stefnumál sín á blaðamannafundi í Iðnó í dag. Þeir segjast vilja færa völdin frá flokksræði til lýðræðis. Hreyfingin sé brú inn á þing fyrir fólkið í landinu. Við teljum að það þurfi að beita þrýsting inn á þingi og utan við þingið og við skorum allar áfram að vera að beita þrýstingi, að halda áfram að beita þrýstingi og hjálpa okkur út af því að við sprettum upp úr allri grasrótinni og í raun og veru er þetta samstarf allar grasrótarinnar sem kemur fram í þessari hreyfingu og það er bara nauðsynlegt að einhverju farið þarna inn og vinni þessi verk sem þarf að vinna sem að hafa engin hagsmunatengsl. Borgarahreyfingin segist vera óflokksbundið afl en samstarf við Sjálfstæðisflokkinn er þó útilokað. Við höldum að sé óslulega hollt og gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fá bara verið í stjórnarandstöðu og læra það. Það er hollt fyrir alla að sitja ekki alltaf við kökuborðið. Nýr stjórnmálaflokkur, Borgarahreyfingin, var kynntur í dag. Megin markmiðið er að uppræta spillingu. Við viljum uppræta spillingu, segja frambjóðendur Borgarahreyfingarinnar sem hyggjast bjóða sig fram til Alþingis í kosningum í vor. Þeir segja fjórflokkakerfið rotið og vilja bæta betur. Þegar framboðið hafi náð markmiðum sínum og þingi verður það lagt niður. Borgarahreyfingin Þjóðin á þing stefnir á framboði í öllum kjördæmum undir listabókstafnum O. Fulltrúar hennar segjast hafa eina meginreglu að leiðarljósi og hún sé að færa flokksræði til lýðræðis. Við erum bara alls konar fólk, við erum bara venjulegir borgarar í þessu landi sem viljum láta heyra í okkur. Við erum að horfa hér fram á það að missa hér fullt af fólki út í landi, að verði hér stórfelldir þjóðflutningar, að við séum að steypa okkur í ofboðslegar stjarnfræðilegar skuldir og við erum ekki að ráða við eitt eða neitt. Á hvorum væng stjórnmálanna má staðsetja ykkur? Við erum ekki staðsetja einu væng. Við ætlum að fara í það að uppræta spillingu. Við ætlum okkur að fara í breytingar sem að fjórflokkurinn sýnist ekki ætla að gera. Stjórnmálamenn hafa mist svolítið traust sitt í dag og það er erfitt að treysta. Það er fullt af fólki þarna úti sem að líður illa, hefur farið illa út úr þessu og það veit ekki hvort fótinn á að stíga. Það hefur ekki haft tíma til umhugsunar eða til þess að vega og meta hlutina. Fólk er í svona hálfgerðu sjokk ástandi, það er í áfalli, við viljum fara alla leið, við viljum gera þessar róttæku breytingar og fara í þær strax og vinna hratt. Stjórnlagaþing strax í haust og endurskoðun á stjórnarskrá, breyta kosningalögum og fara í þennan aðgerðapakka fyrir heimilin. Við viljum afnema verðtryggingu, við viljum fara í þessi mál sem að brenna á fólki, sem að skiptir fólk verulegu máli. Fólkið á heimtingu á að fá okkur skýr svör, okkur skýran valkost sem að ætla sér að fara í þessar breytingar í alvörunni. Nánar verður fjallað Borgarahreyfingunni í Kastljósi strax að loknum fréttum. Nýtt framboð Borgarahreyfingarinnar var kynnt í dag en aðstandendur þess leggja höfuðáherslu á lýðræðis endurbætur og segja breytingar á stjórnarskrá nauðsynlegar. Helgi hitti Baldvin Jónsson, einn frambjóðanda hins nýja stjórnmálaafls í dag. Baldvin, þetta framboð Borgarahreyfingarinnar sem það kynna hérna í dag, hver er í sem stystu máli munurinn á þessu framboði og fjórflokknum sem þið hafið talað svo mikið sem eru þessir hefðbundnu stjórnmálaflokkar sem að þjóðin þekkir jú víst öll? Meginmunurinn kannski er sá að við ætlum okkur ekki að sitja á Alþingi sem stjórnmálaflokkur til langs tíma. Við erum hreyfing fólk sem kemur úr mismunandi áttum, mjög þverrpólitísk, með afskaplega mismunandi afstöðu til margra af þessum hefðbundnu málum. Meginmunurinn á okkur er kannski sá að við höfum þennan einlæga vilja, við viljum breytingar og ákveðnar breytingar á lýðræðismálum sem við teljum að fjórflokkurinn mun ekki vilja keyra í gegn. Megin stefnumál okkar eru þessi að við viljum innleiða hugmyndina þjóðaratkvæðagreiðslu, við viljum að þjóðin fái vald í hendurnar aftur. Við trúum því að núverandi kerfi sé flokksræði en ekki lýðræði. Allir vita hvað er búið að ganga á undanfarið og við upplifðum mjög sterkt þetta algjörlega getuleysi einhvern veginn að grípa inn í. Það eina sem við gátum gert var að standa öskrandi niður í bæ með potta og pönnur og eitthvað í höndunum að berja saman. Öskrandi vanhæf ríkisstjórn. Hugmyndin þjóðaratkvæðagreiðslu er ekkert eitthvað sem er verið að finna upp. Þetta er þekkt í mjög mörgum nágrannalöndum okkar. Það sem ég hef helst heyrt af áhyggjuröddum gagnvart þessu er að fólk óttist það að þurfa stanslaust og sífellt að vera að setja sig inn í mál og kjósa hægri vinstri eitthvað hverri viku eða hvernig sem það er. Reynslan í nágrannalöndunum er svo að þetta er almennt ekki mikið notað. Þetta er fyrst og fremst
verkfæri til þess að gera þeim sem sitja á þingi og starfa til þess að veita þeim aðhald. Þetta fyrst og fremst verkfæri til þess að veita þeim aðhald. Við viljum koma á persónukjöri og ekki bara þannig að ég geti raðað upp innan lista sem ég ætla að kjósa, heldur vil ég fá að kjósa einstaklinga þvert á lista. Og síðan þessi almenna krafa sem í gangi í dag. Við viljum að það verði haldið stjórnlagaþing, við viljum að verði sett af stað eigi seinna en í haust og við viljum að það verði valið á þetta stjórnlagaþing með einhverjum öðrum hætti heldur en stillt upp núna. Helst af öllu vildum við sjá einhvers konar slembiúrtak þjóðarinnar sem yrði sett þarna inn. Þið hafi líka ákveðnar hugmyndir til dæmis það hvernig þið viljið taka á slæmri stöðu heimilanna. Þið talið að spóla tilbaka aftur í tímann þar, eða? Já, við setjum fram þessa hugmynd að færa einfallega viðmið verðtryggingarinnar handvirkt aftur til janúar 2008. Við veljum janúar 2008 vegna þess að samkvæmt upplýsingum sem í umræðinni í dag þá virðist að hafa legið fyrir þá þegar hvert stemdi. Þjóðin fékk ekki upplýsingar það en bæði atvinnumennirnir á vettvangi og ráðamenn virðast hafa vitað þá hvert stemdi. Okkur þykir eðlilegt að fjölskyldur sem í janúar 2008 stóðu fyllilega undir þeim skuldbindingum sem þær höfðu tekið á sig sem leikmenn. Okkur þykir eðlilegt að færa markið aftur til þessa tíma. En þetta kannski eitthvað sem að mönnum þykir sanngjarnt, en þetta gerlegt? Já, þetta ekkert mál. Það reyndar örugglega flókin hagfræðileg útskýring að setja fram og ég treysti mig ekki til þess fyllilega en það búið að sýna okkur fram á það mjög skýrmerkilega að það lítið mál að gera þetta. Þið viljið að það verði farið í samningaviðræður við Evrópusambandið og að verði beitt þjóðaratkvæðagreiðslu þann samninga? Já, það náttúrulega í dag stjórnarskrárbundin og þegar að það ekki hægt að taka ákvörðun svoleiðis mál öðruvísi en framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla. Okkur þykir hins vegar undarleg þessi tregða við að fara af stað í aðildarviðræður. Ég að minnsta kosti hef aldrei komið að neinum samningum þar sem ég þurfti að taka afstöðu til samningsins áður en ég sá hann liggja fyrir. Okkur þykir eðlilegt að upplýsa okkur og þjóðina hvað í boði, hvaða kosti og galla það hefur og þá getum við tekið upplýsta ákvörðun. Þið gagnrýnið mikið ríkjandi stjórnmálaflokka en þið hafið og gerðuð á þessum blaðamannafundi útilokuð fyrirfram að mynda stjórn með einum tilteknum stjórnmálaflokki. Hvers vegna hugnast ykkur Sjálfstæðisflokkurinn verr af þessum sem þið kallið fjórflokkinn heldur en hina þrjá? Við teljum það alveg skýrt að stefnumál okkar séu þess eðlis að málamiðlun í samstarfi við Sjálfstæðisflokkin myndi aldrei ganga upp. Við höfum bara einfaldlega ekki trú á að Sjálfstæðisflokkurinn vilji það sem við viljum standa fyrir. Þór Sari einn frambjóðenda borgarahreyfingarinnar sem kynnti stefnumál sín í Iðnó í dag. Hann segir margt líkt með skuldugum fyrrum nýlendum Afríku og Íslandi. En þróunin hjá mjög mörgum Afríkuríkjum frá því að þau öðluðu sjálfstæði hefur að mjög miklu leyti verið svipuð því sem að Ísland núna ekki síst á allra kannski 20 árum hefur verið að upplifa. Það hefur komist hér til valda spilltur stjórnmálaflokkur sem að hefur verið nánast með allræðisvald og nánast rústað hér bæði stjórnmálaumhverfi og stjórnsýslu. Það virðist vera raunin þegar að samfélögin eru komin niður á þessa braut að eftir einhvern ákveðin punkt þá náu þau ekki að snúa við og endi bara í einhvers konar efnahagslegri og félagslegri örbirgð. Þau byrja á því að safna skuldum, það kemur að því að þau hætti að geta greitt skuldirnar, þá fer infrastruktúrin, vegakerfið, fjarskiptakerfi, sjúkrastofnanir, velferðarkerfi, það verða einfaldlega ekki til peningar lengur til þess að viðhalda þessum mikilvægu þáttum. Þór segir að leiðin geti aðeins legið niður á við ef ekki verði gerðar róttækar breytingar á stjórnkerfinu. Með áframhaldandi stefnu núverandi ríkisstjórnar sem í rauninni sama og stefna fyrrverandi ríkisstjórnar, þá stefnir Ísland þessa leið því að það verður haldið áfram að safna skuldum, það verður haldið áfram að takast á skuldbindingar fjárglæframanna erlendis sem að við höfnum algjörlega verið gert. Það verður haldið áfram að leyfa Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að stýra hér afkomu ríkisins. Ef að það gerist, þá einfaldlega teljum við sýnt og mjög margt benda til þess að við munum enda
í efnahagslegri örbirgð innan kannski áratugar. Við sko sjáum ekki fram á það að það geti orðið nein önnur niðurstaða af áframhaldandi aðgerðum. Nokkurir aðrir frambjóðendur borgarahreyfingarinnar sem margir hafa verið áberandi á borgarafundum í vetur kynntu sig til sögunar í dag en þeir hafa sumir tekið þátt í öðru stjórnmálastarfi og koma þar allir flokkarnir við sögu. Ég hef verið skráður í Sjálfstæðisflokkinn frá því ég var 14 ára. Mér hefur alltaf langað að kjósa en aldrei geta það. Ég hef alla tíð heillast mjög mikið af stefnu yfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins. Það er eitt alfallegasta plagg sem ég hef lesið. En ég hef aldrei í sannfæringu mínu upplifað að Sjálfstæðisflokkurinn starfi eftir henni, að minnsta kosti ekki í minni tíð.